Góðan daginn, þetta Salvör Gísladóttir og ég ætla að sýna þér hvernig þú tekur inn myndir í Wikibooks og Wikipedia. Og ég gerir ráð fyrir að þú hafi tekið myndirnar af myndasvæðinu, almenningssvæðinu á netinu commons.wikimedia.org og við skulum taka sem dæmi að þú sért búin að finna, þú sért að skrifa einhverja grein af rjúpu og þú ert búin að finna greinina rjúpa.jpg og þá ætla ég að fara hérna fyrst í gegnum nokkra myndaskipanir og hvaða möguleika þú hefur og í fyrsta lagi þá gætur haft í Wikibooks eða Wikipedia þá getur þú skrifa bara mynd, tvíbúndur og sér nafn á myndinni og þá myndi myndin þess að koma risastór ef hún er vistu risastór á Commons gagnagrunnum. Hins vegar getur í öðru lagi látið myndin að koma þú getur ákveðið að hafa hana vinstri jafnaða og eins og í þessu tilfelli hérna rjúpa.jpg pípa, left, pípa og svo segir þau hversu stór hún á að vera og það er líka til skipun sem er mjög oft notuð í Wikipedia, sérstaklega Wikipedia og það er að láta myndirna birtast eins og þumlamyndir og nota skipurinn að thumb. Þannig að þú getur sagt rjúpa.jpg pípa thumb og þá kemur svona þumlamynd og hún kemur alltaf hægri jöfnuð. Þú getur líka sagt rjúpa.jpg pípa thumb og þú getur líka sagt hversu stór hún að vera, það sé ekki sjálfgefin stærð og svo getur þú sagt aftur pípa og svo getur þú sagt skýringatexta sem á að koma inn í rammanum með myndinni. Nú skulum við fara í að við erum búin að skrifa lítinn kafla fugli rjúpu og við ætlum að setja inn myndina rjúpa.jpg og það gerum við þannig að við setjum hérna oftast hefur maður þetta í sérstaka línu, það er þægilega að það er að breyta einhverju, við skrifum, já það er kannski best að smella bara fyrst hérna á myndaverkværið og þá skrif í staðin fyrir annarkoð skrif eða líma inn í staðin fyrir það sem var hérna slóðina sem á að vera á myndina sem við ætlum að setja inn og myndin heitir rjúpa.jpg og ef við gerum svona þá kemur myndin alveg risastór, sjáðum svona myndi þetta birtast, risastór mynd og það er ekki svona sem við viljum láta þetta birtast, heldur viljum við hafa myndina litla og þá gætum við gert haldinur alltakanum og smelt á pípu hérna og skrifa left, þá fáum við þetta vinstri jafnað og síðan getum við sett pípu aftur og tiltekið hversu stór myndin ætti að vera, til dæmis 200 pixlar, það er 200 px og ef við förum hérna niður og segjum forskoða þá getum við alltaf séð hvernig síðan lítur út og sjáum við þá kemur hérna lítil mynd og hún kemur vinstri jöfnuð og hún kemur 200 pixlar og svo skulum við taka annað dæmi og það er ef við ætlum að breyta myndinni þannig að hún komi eins og þumlamynd þá getum við skrifað hérna thumb þá kemur hún alltaf hægri jöfnuð og það kemur rammi utan myndina. Ég ætla að sýna ykkur hvernig það kemur út, fara hérna í forskoða og sjá hvernig það kemur út. Þá sjáu þið, hún kemur hægri jöfnuð og kemur rammi og við getum sett skýringatexta hérna í ramman og það er einmitt það sem ég ætla að sýna ykkur. Og við getum líka tiltekið stærðina, þannig að thumb, það kemur ákveðin stærð, bara svona lítil mynd, þumlamynd, en við getum ákveðið tiltekið hversu stór þumlamyndin á að vera og til dæmis 300 px, við getum bara prófað okkur áfram með stærðina og síðan aftur pípa og svo getum við haft eitthvað skýringatexta á íslensku eða vísun í heimildir eða eitthvað hvað þessi mynd er, rjúpa að skipta milli sumar og vetrar búning og sjáum hvernig þetta kemur út með skýringatexta. Við segjum forskoða og þá sjáum við að þá kemur þetta rjúpa að skipta á milli sumar og vetrarbúnings. Þá kemur hérna inni í rammanum með þumlamyndinni og þumlamyndin kemur 300 pixlar. Þá fá að vita hvort ég geti sett textan hægra megin við myndina. Í hverju ertu að vinna? Ég er í hérna Wikibooks og myndin kom fint inn
En að færa textan svo hún komi hægra megin við myndina. Já, þá gerur, ef þú gerir þömm, já, að textin komi hægra megin, að myndin komi sem vinstra megin. Þá skrifar bara left og pípa. Já, ég skrifaði left við myndina. Já. En textin kemur samt ekki upp. Nú ætla ég að sýna hvernig þú setur inn myndaalbúm í Wikipedia og Wikibooks, og það er mjög einfalt. Að það eina sem þú þarft að muna að gera er að þú þarft að byrja að skrifa orðið gallery og inn í oddklofa, og síðan það sem myndaalbúmið endar, þar þarft að skrifa / gallery. Það þýðir að myndaalbúmið endar hérna, og svo getur þú bara bætt við bindum, og þú gerir það bara með að skrifa hérna. Þú getur annarkur skrifa mynd tvípunktur, eða þá þú getur skrifað image tvípunktur. En segjum við ætlum að taka myndina rjúpunni og bæta henni við myndaalbúm. Þá skrifum við rjúpa.jpg, og til þess að hafa skýringateksta með myndinni, þannig að myndaalbúmi kom með skýringateksta, þá gerum við og skrifa hérna rjúpa að skipta ham, og hérna við þessa mynd þá getum við sagt kannski kýr á götu í Indlandi, og hérna getum við haft kind og lamb, og hérna hestar í snjó. Ég skrifaði vitlaust, það verður að pípa og síðan skýringatextin hestar í snjó. Og ég segi forskóða, og þá sjáu þið hvernig þetta kemur út. Það kemur svona myndaalbúm, og það kemur skýringatextin sem ég setti hérna fyrir neðan hverja mynd. Svona er einfalt að bæta við myndum sem að finnur á commons.wikimedia.org.